Teiknum neysluvatnsteikningu sumarhús. Við erum sem sagt í verkefni 1. Við vorum búin að græja hérna fyrsta leiðin. Nú ætlum við að fara í leið 2, sem er B-lið, sem er neysluvatnsteikningin. Teikna þessa hérna upp. Það er fyrirmynd hérna neðar. Þetta er verkefni 1, neysluvatn. Þetta er fyrirmyndin, það er þessi hérna. Það er aðeins að fara yfir hvað þetta þýðir allt saman hérna. Við erum að fara að teikna upp neysluvatn sem að þýðir sem sagt að frá tengigrindinni kemur kalt og heitt vatn. Það eru tengipunktar. Hérna til dæmis að kalda vatnið við vatnssalernið. Við tengipunktur fyrir kalda vatnið inn á salernið. Hérna við snyrtinguna er handlaug. Já, við ætlum að slökkva á þessum leigir hérna. Við ætlum ekki að hafa það svona illa uppsett hjá okkur. Við ætlum að læta það til. En hérna eru tengipunktar fyrir heitt og kalt vatn hérna við handlaugina. Og þetta tengist inn á deilikistu sem er hérna. Og þaðan kemur svokallað rörkerfi inn á lagnir hérna við þvottavélina. Hún er með heitt og kalt hérna á þvottavélina. Ég vil nú bara selja kalda vatni hérna, en alltaf við bara útbóta svona, það er ekkert mál. Hérna heldur áfram rörið frá deiliskiptinu, það er rör hérna í sturtubotnin sem er hér. Svo er rörkerfi hérna af hérna uppþvottavél og eldhúsvaskinu. Það heldur áfram rör hérna út í garð að heita pottinum. Hérna er líka með heitt og kalt. Þetta er svona ein útfærsla. Stundum er nú sett blöndunartæki inni. Þetta er svona bústaði og það er tæmanlegt rör hérna út í heita pottinn. Þetta tæma þegar húsið er fyrir veturinn, þannig að brjóstanúki í þessu og hitastýringin er sennilega sett inni. Hérna vill hann taka tengipunktana hérna úti við pottinn. Okay. Síðan er hérna heldur áfram á verkinu og hérna eru tengipunktana fyrir útistuttina. Við ætlum að reyna betur bæta þessa teikningu aðeins. Eins og segi, það er spurning hvort við höfum bara kalda vatni hérna við þvottavélina og hvort við gerum ráð fyrir að heiti potturinn sé tengdur, það sé bara eitt rör hérna út og blöndunartækin hérna inn í baðherbergi. Síðan þurfum við að ganga frá töflu. Það er sett tafla fyrir töppunarstaði sem kallað er. Töppunarstaðin er til dæmis vatnssalerni. Hérna er þvottavélin og já, við þurfum aðeins að uppfæra þessa teikningu. Hérna er til dæmis sko uppþvottavélin eintenging, þvottavélin eintenging, en teikningin sýnir 2 hérna. Þannig að ég sýni svo á myndbandinu hvernig ég vil sjá endalega útgáfu á teikningunni. Þetta er svona kannski meira til viðmiðunar, en þið sjáum í myndbandinu hvernig við klárum þetta. Þú veist náttúrulega muna að setja inn þegar við erum búin að teikna þetta saman og setja þessar merkingar inn fyrir skilgreinis hvernig rörin eru. Hérna er PEX feströr, 20 mm PL-efni. Í PL, það er 20 mm rör inn í öðru röri sem er sem sagt fóðurröri sem er kallað. Það er sem sagt hlæningin. Það er hægt að skipta út þessu 20 mm röri en 30-29 fóðurröri, það er steikt í og er bara fast þarna og það er ekki að ná til nema að brjóta gólfið. Við ætlum að halda áfram bara að teikna í teikningunni sem við vorum byrjuð á hérna fyrir það sem að fráhaldslisplagnar voru. Við byrjum á því að ég tek kópi hérna og ég kópera grunnmyndina. Tók ég undir
Kópera grunnmyndina hérna, tek hana hérna yfir. Við vorum búin að slökka á layernum hérna uppi sem að segir til textan í XREF teikningunni hérna. Þið eru svo sem óþarfi í svona píplanding teikningum að segja að þetta sé anddyri, þetta sé herbergi. Með það að gera þannig séð. Við sjáum alveg að hérna er vaskur og það eru nægar upplýsingar fyrir okkur. Skiljið, þetta er baðherbergi, hérna er tengipúntanir, það er það sem við þurfum að vita. Samt að taka texta hérna sem heitir grunnmynd hérna. Og nú erum við að byrja að teikna. Ég ætla að tvísmella hérna á grunnmyndtákni hérna. Og skrifa bæta við hérna fyrir aftan að þetta sé sett frárenslu, svona bara. Ég ætla svo að grípi þennan texta og ég ætla að grípi útúrsturtu textan hérna sem við vorum að setja í. Svo í copy, smelli á bláhorni hérna, smelli svo á bláhorni á sama stað hérna hinum megin. Fæ ég textan á nákvæmlega sama stað og hinum megin. Við ætlum að kalla þetta ekki frálenslu, ég tvísmelli á þetta og segir hérna neysluvatn. Close test editor. Svona. Við ætlum svo að nota teikningu, svo hérna inn og innu, sem heitir hérna skrár með blokku fyrir neysluvatn. Þið opnið þetta, þá fáum við þessa hérna teikningu upp. Þetta tökum við, veljum við svona ljómund allt saman. Ítum á Ctrl+C. Við erum svo inn í hina teikningun okkar hérna. Og ítum á Ctrl+V og staðsetjum þetta hérna í stað fyrir utan. Þannig. Þá ættum við að vera komið með réttu táknin inn, hérna, nýsu hérna, ísöfu. Þá sjáum við hvernig þau birtast okkur í grunnmyndinni þegar það kemur. Og hérna er búið að setja inn svona eðlilegar hæðir á tengistöðunum. Við erum komið hérna til gólfinu eða eftir veggnum. Tengjast hérna niðri, kalda vatnið og heita vatnið. Og síðan eru tengipúntarnir sjálfur eða kranarnir hérna í einhver ákveðinni hæð. Og það er mismunandi eftir hvað þetta er að nota þetta í. Svo hérna tengipúntarnir fyrir sturtubotninn er náttúrulega í hæð 900 eða sjá, bara mæla þetta hérna. Það er búið að setja þetta í hæð 1100 sem er sem eðlileg hæð fyrir blöndunartækin. Hérna fyrir vatnssalernið er búið að setja þetta í hæð 200 og fyrir handlaugina er þetta í hæð 600 og fyrir eldhúsvaskinn þetta er líka í 600 og svo er annan tengipunktur hérna við hliðina sem er þá fyrir uppþvottavélina, kalda vatnið fyrir uppþvottavélina, sér punktur og hann er í 400 sínum þar. Svo er hérna einn tengipunktur fyrir heita pottinn og þessi myndi þá gera ráð fyrir því að þetta væri einn tengipunktur og það væri þá lögnin í tengikassan eða inn í hliðin á kassanum og hérna væri þá krani fyrir heita pottnum og svo væri vantarlega einhver botnloki á þessu sem er þannig að það er hægt að tæma þetta svona fyrir veturinn og frjósa ekki. Þetta er svona þægilegt og algengasta útfallan. Við viljum bara nota þessa útfalli. Við erum bara með einn tengipunkt fyrir heita pottinn og gerum bara ráð fyrir að sé hitastýring hérna inn í húsinu. Mér finnst ágætt kannski bara að vera í þessu formi hérna, isometerunum. Svona þegar við erum að teikna þetta, því að við erum með táknin í ákveðinni rúmmynd. Við þurfum bara að passa okkur á því þá að við séum stillt á hérna orthomót. Þetta er ístrísk kvörtur, það sé sem sagt 90 gráðu beygnar. Og ég byrja á því að velja copy og ætla að taka hérna, byrja hérna á sturtutákninum. Vel táknið, space og gríp hérna niðri. Og gríp svo hérna, sjáðu, kemur græn punktur hér
smelli hérna. Við þurfum svo að rótita þessu. Einn galli hérna sem ef galla skyldi kalla. Við ætlum að rótita þetta hérna um 90 gráður. En svo að textin fer svolítið í skrall hjá okkur. Ég ætla að undóða þetta hérna. Við þurfum með þessi tákn hérna hjá okkur. Við þurfum að leyfa textanum að vera kjurrum. Nú erum búin að koma táknunni fyrir hérna. Ég ætla með það. Nema að ég ætla að velja hérna Explode. Það finnst líka hérna uppi reyndar. Explode. Ég skrifa bara ESP hérna og þá fæ ég Explode og vel svo hlutina sem eða blokkina sem ég ætla að sprengja. Veluna og Windows Space. Þá þetta orðið alls saman bara sér línur svona. Þá getum við valið þetta hérna. Ég passa mig að velja bara táknið sjálft, ekki textana. Slæs og rotate. Og gríp hérna í lágpunkti hérna til þess að geta snúið þessu 90 gráður. Nú er þetta ofan í textanum. Það var þetta svona og ég vel hérna move og ég ætla að færa þetta aðeins hérna innar í vegginn, svona. Ef við myndum kíkja hérna í top viewið og myndum sjá hvernig þetta ræða sig upp. Þetta lítur bara flott út hér og í rúmmyndinni myndi þetta líta svona út. Við sjáum textan hérna, hann ofan í þessu og nú grípum við bara í hann og ég múfa hann aðeins til hérna til þess að geta svona. Þá verður þetta svona í rúmmyndinni. Svona held ég áfram með táknin og vinn með þetta og ég ætla aðeins að stoppa upptökun núna og svo starta henni bara strax aftur. Þá ég búinn að setja táknin inn og þið sjáu þetta sem ákveðna fyrirmynd. Sjáu hérna ég búinn að setja inn táknin fyrir handleiðina og vassalitnið. Ég búinn að færa mig hérna inn. Ég þurfti ekkert að breyta þessum táknum, þeir gátu náttúrulega komið nokkuð eins og komkunni. Hérna eru táknin fyrir aldursmarkinu og utþáttælina. Ég sprengi það upp. Svona, Explode, smetla á þetta og svo enter. Sýn ykkur smá hérna. Ég geti þá tekið bara til dæmis þetta hérna. Ég ætla að rótita táknunum. Svo er ég búinn að ljóma heitakranan, íta hérna á rotate, skrifa rotate og íta space og vel þá þennan hérna punkt sem base point. Þá get ég mjög auðveldlega bara snúið því, sjáu þið. Ég snýð því bara 180 gráður, svona móti. Það er að geta snúið til táknunum. Þetta er kannski einfaldara aðeins lífið. Rotate hérna, space, íta þennan sem miðpunkt og gera þetta svona. Sama hér. Rotate hérna. Ég sé líka að þetta tákn hérna aðeins ófullkomið. Það vantar hérna hringir hérna niðri. Við getum bara betur að betta það snöggvast. Ég fer hérna í copy, smetla á hringir hérna og space og vel þá base pointir hérna miðjuna. Svona. Og fer svo hérna niður og smetli hérna á þannig græni hringir sem hérna. Það er græni kassinn hérna og smetli hérna og þá kemur þetta niður. Og þetta er svo escape. Svona. Þetta táknið þá bara virkilega flott. Og sé ég sjálfur frá. Ég ætla þá að halda áfram með því svo hvernig það lítur út hérna í ofanmyndinni. Þetta er bara kemur bara vel út. Ég ætla síðan þá að halda áfram með þetta. Ég tek hérna útisturtuna. Það er bara sama táknið og SB-ið og svo fyrir heita pottinn. Við eigum þetta klárt hérna. Það er hérna og copy. Smelli hérna hornið. Þeir svo hérna út og smelli hérna eða ekki hérna. Svona. Tek svo fyrir útisturtuna
Tökum táknið aftur hér, þau þurfum ekkert að eiga neitt við það, sérstaklega. Þannig að ég renni músina hérna til að sýna að ég hef á að þessum stað hérna. Ok. Góðum kópi hérna. Sko, þá ættum við að vera komin með táknin. Nei, það vantar hérna fyrir þvottavélina. Við eigum ekki tákn hérna sem er fyrir þvottavél. Við eigum fyrir þvottavél hérna, en við ætlum að hafa bara sömu hæð og þessi hérna kannur. Þannig að kannski ágætt bara að taka styrstu botnin hérna, svona, bara kópera textan og kópera kaldaverskranann. Við höfum ekkert að gera við heita vatnið hérna hinum megin. Og svona, og þannig líka hérna. Við svo í kópi. Færi þennan hérna yfir á þessu kópera þennan hérna testa hérna yfir, svona örlítið lengra heldur en aðeins inn í vegginn, svona. Tek svo þetta hérna tákn, þetta rotate og sný bara krananum sjálfum. Yfir hérna. Svona. Mættum færa þennan texta örlítið til hérna, þannig að það sé nú ekki alveg ofan í þessu. Og ég tvísmella á hann, þessu ljómaður, og set hérna vaff sem þvottavél. Sama hérna niður í snýta sem hann, þannig að skrifa þvottvaff. Nú erum við búin að setja táknin inn. Ég býr svo til annað myndband þar sem við sýnum hvernig við setjum röralagnar inn í þetta og hvernig við vinnum með, þurfum þá kannski aðeins að fína þessara staðsetningar á táknunum, það er svona ekkert mál. Við sýnum það í næsta myndbandi.